Var sigur í kvöld? Já, þessi sigur var kannski kærkominn. Það búið að liggja svolítið á okkur við vissum hættir. Svo með menn alveg dæmið það eftir þennan leik. Menn lögðu sér fram og við vorum ekki inn í Brasilíuleik. Fólk veit það líka, en við höfum vel fyrir hlutunum gegn spræku fylkislið og löndum 2-0 sigri, þannig að skulum sjá hvernig þetta fer svo í næstum umferð. Sýndir sér sjá aftur þessa baráttu og þetta sem við vorum búin að sjá í Þórsliðinu fyrir sumar. Já, eins og segi, kannski er það ágætt að umfjallanir og spekingar og fleiri halda okkur við efnið og láta okkur heyra það ef við erum að slaka á. Kannski hefur það virkað, það getur vel verið. Að þetta þurfti, að menn eru farin að anda í hálsmála okkur, þá kippist menn hans við, en ég heldur reyndar að það sé ekki ástæðan. Við höfum verið að reyna ýmsa hluti og reyna að bæta okkar leik, en misjöfnum árangri. En við erum komin með 21 stig og stigin þau telja vist. Það eru 3 erfiðir leikir eftir. Já, það eru 3 erfiðir leikir eftir og 9 stig í boði, þannig að við erum í ágætismálu með við það sem kannski var lagt upp með þessar 4 leiki voru eftir. Þá voru 12 stig, nú eru 9, þannig að við fengum 3 í dag, þannig að við stefnum á að taka vel á þessu. Þú lofaðir mér eiginlega marki í gær og þú stóðst í stóru orði. Já, ég sagði að það væri mjög líklegt. Það var mjög líklegt, sko. Þannig að já, ég náði að standa það í dag. Það var gott. En gríðarleg barátta sem var í liðinu í dag. Það var greinilegt að þessi 3 stig sem voru í boði áttu bara að vera hér í Hamri. Já, Palli eiginlega lagði þetta þannig upp að svona á kostnað gæða knattspyrnunnar að þá vildi hann bara sjá baráttu aftur og af því við höfum ekki unni síðan held ég í byrjun ágúst. Þannig að það var náttúrulega komið blóðbrá í kjaftinu okkur að ná í 3 stig. Og ég held að við höfum bara alveg verðskuldað þau. Við unnum allir fyrir þeim í dag og hlupum á okkur raskatu og fengum þessi 3 stig sem við ætlum. Er þetta ekki bara svolítið það sem bara þarf að gera núna á þessum leikjum sem eftir eru? Mér sýnst það. Við allavega munum bara fara í þessa leikjall til þess að sækja þessi 3 stig. Og ég hugsa að það verður bara gert á þennan máta. Við munum bara keyra yfir hinn liðin. Aðri leikir eru svona okkur hagstæðir í kvöld. Framar að gera jafntefli mútið FH og Grindavík til jafntefli líka. En þetta er svona, en við náttúrulega megum ekki láta degan síga núna svona síðust umfyrirna. Sko það var líka fyrir þessu umfyrir, þá var þetta alltaf í okkar höndum. Og þannig við vissum alveg, við erum í raun ekkert að horfa á hinlið. Við bara, ef við klárum okkar, þá við verðum uppi og fáum að spila með þeirra bestu aftur næst sumar. Það er það sem við ætlum okkur allir. Þannig að ég held að skipta eiginlega ekkert máli hvernig aðri leikir að fara, við förum ekki niður. Það er einstaklega mikilvæg sigur hjá okkur í kvöld. Algjörlega, ég meina við erum búin að vera sóast niður í fallbaráttunni í síðust umfyrir, en tökum við sterkan sigur hérna heima og erum þá í mjög betri mál með við vorum fyrir umfyririnn allavega. Er þetta ekki bara, það var gríðarleg barátta í öllum strákunum í dag, það var gáðs allir gjörsanlega fram? Já, ég meina við tókum langa fund fyrir leik og ákváðum að við myndum bara leggjast á eitt og berjast fyrir hvern einasta bolta og við gerðum það í nánast 90 mínútur og það skilja þessu sigri. Þegar menn berjast saman sem lið þá er fátt sem stöðvar okkur.